Komiði nú sæl, börnin góð. Muniði eftir sögunni Sheikh Ahmad sem ferðaðist og sagði fólkinu að Guð var í þann veginn að senda nýjan kennara? Áður en Sheikh Ahmad dó, fól hann Syed Kasim að halda áfram starfi sínu og breiða út tíðindin hinn fyrirheitna eftir sinn dag. Ykkur finnst ef til vill nafnið Syed Kasim skrítið. Syed þýðir afkomandi Múhammads. Múhammad var hinn mikli kennari sem opinberaði Kóraninn. Múhammad var uppi mörgum öldum áður, en allir karlmenn sem síðar fæddust í þeirri ætt voru kallaðir Syed. Það var mikill heiður að vera afkomandi Múhammads, jafnvel þó það væri svona löngu eftir hans daga. En það var fleira sem Syed Kasim sagði fólkinu. Hann sagði því að þessi guðlegi kennari sem Guð hafði gefið fyrirheitum lifði þegar á meðal þeirra. Ef til vill byggja hann jafnvel í nágrenninu án þess að það vissi að það væri hann. Þið getið rétt ímyndað ykkur hvað undrandi það varð að heyra þetta og hvað mikið það hefur talað það og langað til að vita hver hann væri og hvar hann ætti heima. Haldið ekki að okkur hefði líka langað til þess, hefðu við verið þar? Það skrítið en þegar Guð sendi nýjan guðlegan kennara til að minna fólkið á sig, það aðeins fáir sem kannast við hann í fyrstu. Reynið að gera ykkur það í hugalund. Menn sjá hann ef til vill á götu eða í helgidóminum, þar sem hann að biðjast fyrir, en samt þekkja þeir hann ekki, af því að hjörtu þeirra ekki full af ást og von. Og ég hræddur að sumir þekkja hann ekki vegna þess að þeir eru svo uppteknir af sjálfum sér. En samt eru margir ekki þannig. Hjörtu þeirra eru tilbúin af því að þeir búast við honum. Syed Kasim var meðal þeirra. Hann varði lífi sínu til þess að búa aðra undir að þekkja hann þegar hann myndi birtast þeim. Nú langar mig til að segja ykkur frá miklum hamingjudegi í lífi Syed Kasims. Það var dagurinn þegar hann hitti hinn fyrirheitna í fyrsta sinn. Hann sá hann ekki aðeins, hann heyrði hann líka tala. En fyrst verð ég að segja ykkur dálítið. Guð sendi reyndar 2 guðlega kennara, fremur en einn. Sá þeirra sem Syed Kasim var að tala hét Babin. Orðið Babin þýðir hliðið, og það var engu líkara en Babin kæmi til að opna hliðið fyrir Baha'u'llah, hinum kennaranum mikla, sem síðar kom. Og Babin var að sjálfsögðu svo fyrri. Nú, morgun einn, eldsnemma, sendi Syed Kasim sendibúða til vina síns, til að tilkynna honum að til Karbala, bæjarins þar sem hann átti heima, væri komin stórmerk persóna, sem þeir yrðu að heimsækja undir eins. Þegar vinurinn kom heim til Syed Kasims, hitt hann ferðbúinn við dyrnar og gengu þeir báðir saman á stað. Það hlýtur að hafa verið mjög hljótt í borginni, því að sólin var ekki ennþá komin upp, né fólki komið á kreik. Þeir komu brátt að húsi, þar sem ungur maður beið í dyragættinni, rétt eins og hann ætti von á þeim. Hann var með grænan túrban á höfði og svipur hans var svo blíður og mildur að svo virtist sem enginn sem sæi hann geti varist í elskan. Hafið þið séð fólk sem þið elskuðu bara við fyrstu sýn? Já, nú jæja. Ungi maðurinn kom til móts við þá og vafði Syed Kasim örmum og talaði til hans þvílíkum ástarorðum
að hann gat einungis staðið kyrr og dropið höfði. Hann var orðvana. Ungi maðurinn leiddi þá inn í húsið, upp stiga og inn í herbergi sem var skreytt unaðslega ángandi blómum. Hann bauð þeim að setjast og gaf þeim drykk úr fögrum silfurbikar sem stóð í miðju herberginu. Þið kannist við þá tilfinningu, er það ekki, að þegar ykkur þykir mjög vænt einhverja, óskið þið þess eins að fá að vera nálægt þeim. Orð eru óþörf. Þannig var gestunum tveim innanbrjósts morguninn sem þeir voru með unga manninum. Aðeins fátt eitt var talað. Hann leiddi þá síðan til dyra og kvaddi þá með undursamlegu brosi. Mikið hlýtur maðurinn sem fór með Síd Kasim að hafa minnst þessarar heimsóknar oft. En 3 dögum síðar sá hann þennan unga mann aftur. Síd Kasim var að útskýra Kóraninn fyrir fjölda fólks þegar ungi maðurinn kom inn og settist á meðal þess. Samstundis þagnaði Síd Kasim. Þegar fólki bað hann að halda áfram, svaraði hann: Hvað fleira skal ég segja? Og leið sneri hann andliti sínu til unga mannsins. Sjá, sannleikurinn augljósari en ljósgeislinn sem fallið hefur í þessa kjöltu. Þetta sagði Síd Kasim og benti á ljósgeisla sem kom inn dyrnar og féll í kjöltu unga mannsins. Síd Kasim vissi nefnilega hver ungi maðurinn var í raun og veru. En áheyrendur hans skildu ekki hvað hann átti við. Ekki einu sinni sá sem farið hafði í för með honum snemma morguninn. En vini Síd Kasims varð undarlega innanbrjósts í hvert sinn honum varð hugsað til unga mannsins. Þó nokkrum sinnum var hann alveg kominn að því að spyrja Síd Kasim hvað hann héti, en alltaf virtist eitthvað komið í veg fyrir það. Ykkur hefur sjálfsagt dottið í hug hver ungi maðurinn var, en vinur Síd Kasims áttaði sig ekki á því. Jafnvel þótt hann væri farinn að elska hann af öllu hjarta og hugsa oft til hans. En dag einn frétti hann af ungu manni sem sagðist vera Babin, hinn fyrirheitni. Þá vissi hann að það væri engin annar en sá sem hann hafði séð í Karbila og þótt svo vænt